Bjarni Rúnar Lárusson, til hamingju með deildarmeistaratitilinn í kvöld. Þetta annað titilinn sem við tekum með Þór. Já, þetta annað sinn sem ég vinn fyrstu deildina og þannig að í fyrra skipti þá tók maður aðeins minni þátt í þessu heldur en þetta árið og maður bara rosalega stoltur af strákunum og ótrúlega gaman að hafa náð að vinna þetta svona í síðasta leiknum sínu með Þór allavega í bili. Það fengu margir rekorn í augunni kvöld þegar að Bjarni Rúnar var kallar inn á völlinn og afhentu blómvöndur og tilkynnt að þú er að yfirgefa okkur. Þú ert að heimli. Já, það er barn á leiðinni og þá kíkir maður í heimabæinn allavega einhvern tímabundið allavega og þetta var ótrúlega gaman og ég bjóst í rauninni ekki við þessu og það var mjög skemmtilegt í rauninni að deildin og stjórnin hafi þakkað fyrir mitt framlag til klúbbsins. Bjarni, ég ætla ekki að vera að spyrja neitt út hérna leik. Hann bara fór eins og hann fór við unnmann. Það var vel gert hjá okkur öllum. Segðu mér nú alveg í einlægni, hvernig hefur Bjarni Rúnar Lárussyni liðið á Akureyri? Honum hefur liðið rosalega vel. Þannig að ég er bara ótrúlega þakkláttur fyrir minn tíma hérna. Ég náði mér í menntun og hef kynnst ótrúlega mikið af góðu og skemmtilegu fólki og ég vona innilega að ég hafi skilið eftir jákvæð og góð spor hérna einni og ég fer allavega mjög stoltur og ánægður frá Akureyri og ég held bara að hver veit maður komi aftur en einhvern mann kannski seinna mér þegar maður er ekki lengur að spila en Þórs hjartað slær með manni allavega núna. Á eftir bolta kemur barni stundum sagt en núna er barni að koma en verður boltinn áfram hjá þér? Já, það verður áfram. Maður verður bara að taka eitt skref í einu og þetta er spennandi tímar framundan hjá mér og ég held að ég eigi nú alveg inni nokkur ár í boltanum áður en maður ákveður að hætti þessu algjörlega en mér finnst ástæðan okkur, mér finnst ég vera eldri heldur en ég raunverulega er af því að í fyrra var þetta svo rosalega ungt lið og maður var aldursforseti í 28 ára í dóminustildinni en ég er nú bara eingöngu að verða 29 ára, sko, ég er nú ekki alveg fornama. En segð mér Bjarni, Hamar er á leið í fjárlegu úrslit. Já. Er það ekki bara draumurinn að þeir taki þessi úrslit og við mætumst hérna bara í dóminustildinni og næsta leiktíð? Það væri náttúrulega, ég held með Hamri augljóslega í úrslitakeppninni og ég held að þeir eiga bara góða möguleika að fara upp í til þeirra bestu og það er virkilega gaman að fá tækifæri til að spila með Hamri aftur og þá sérstaklega hlakkar í mér að fá tækifæri til að spila móti félögum mínum hérna í Þór og ég held að þeim hlakki ekki til að spila móti mér þar sem að ég á það til með að vera full í ákvæður inn á vellinum og það trufla þá rosalega mikið. Það er ekki spurning, þú endar í Hamri þegar þú ferð suður? Já, það er allavega planið og ég áttur að ræða við formanninn samning og annað en það kemur að því, þetta verður einhverjir stórar upphæðir held ég. Bjarni, þú hefur bara með nokkra íspinna og bræðir kallinn. Já, hann er mjúkur, formaðurinn er mjúkur. En allavega þú ferð sáttur frá Akureyri? Já, mjög svo, eins og ég talaði við strákanna og þetta er bara ótrúlega gaman að núna spila fyrir Lalla Jóns og minn gamla liðsfélaga með Hamri og við náðum ekki að koma Hamri upp í dóminustildina árið sem ég var þar síðast og ég hafði mjög gaman að ég fara upp í dóminustildina með honum núna sem þjálfari en þá var hann nú sem leikmaður. Þannig að þeir vita það núna bæði Benni Guðmunds og Lalli, það er gott að hafa Bjarna, hann kemur okkur upp með til. Já, ég held að ég geti alveg styrt hvaða lið sem er og þó við sinnum ekki bara með jákvæðni og gleði. Það kemur ljós hvað gerist á vellinum, það er stundum aukaðri. Bjarni, ég veit að stjórnin sagði og þakkaði fyrir sig, ég ætla fyrir hönd bara sjálfsmins og ég tala ábyggla fyrir marga þeirri segi bara takk fyrir það sem þú gert fyrir okkur og sjáumst á vellinum. Já, takk sömuleiðis Palli. Gangið vel. Takk fyrir það.